Leikskólinn Ársalir á Sauðárkróki hóf starfsemi haustið 2010. Hann var til við samruna tveggja leikskóla, Glaðheima og Furukots. Húsnæði nýja leikskólans annars vegar 1000 fermetra 6 deilda nýbygging og hins vegar 3 deilda bygging í gömlu Glaðheimum. Það var orðið þannig ástandið hér að leikskólarnir 2, Furukot og Glaðheimar, sem voru hér í mörg ár, þeir voru bara búin að sprengja allt utan af sér. Og börn voru líka á 3. staðnum, þau voru í Árvistarhúsinu sem við grunnskólan, skólavistun, þau voru þar hlut úr degi og það var bara ekkert pláss. Þannig að það voru allir voðalega glaðir að komast í þetta stóra fína hús hér. 155 börn á leikskólanum í ár frá 1 árs aldri og mun þeim fjölga að minnsta 10 í haust. 44 starfa hjá Ársulum sem einn stærsti skóli og vinnustaður í Skagafirði. Við vinnum með lífsleikni. Þar sem við vinnum eftir ákveðnu kerfi, við vinnum með 12 dygðir og núna á þessari önn þá vorum við að vinna með sköpunargleðina. Og því formlega starfi lokið í þeim skilningi að við fléttum dygðinni reyndar inn í allt starf og við notum allar dygðirnar. Við vinnum sem sagt með eina dygð á hverri önn og dygðirnar eru 12, þannig að það tekur 6 ár að fara í gegnum dygðapakkan. Svo byrjum við bara aftur. En þetta bara, við reynum að til dæmis sköpunargleðin, það svona kannski að höfða til barna einmitt, það nú að sá hvað skapast af því og líka í myndverkum og öðru slíku, það sem það að byggja og búa til og náttúrun. Svo vinnum við með SMT sem styðjandi skólafærni og það svona gengur út á hvatningu og hrós og að beita jákvæðum aga. Þannig að það gengur mikið út á málfar. Við höfum hendur og fætur hjá okkur og þegar maður gengur til dæmis í röð þá passar maður að hafa bara hendurnar hjá sér en ekki vera kannski að pikka í næsta. Þannig að SMT vinnur svona gegn þessu og hættu hinu og ekki gera þetta og ekki gera hitt, heldur við bendum á lausnina. Hvernig viljum við að þú gerir? Þetta glæsilegt hjá þér, nonni minn, hvað þú gengur vel frá kubbanum. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera í leikskólanum? Mér finnst gaman að fara vel í sveitin minni. Áttu sveit? Já. Eru komin lömb í sveitinni þinni? Já. Eru mörg lömb komin? Já. Og hvern hittir í sveitinni þinni? Afa. Hvað gerir þið saman? Fórum á litlu gröfina. Ertu ekki hræddur á litlu gröfinni? Nei. Það ekkert erfitt að keyra gröfu? Jú. Ég ætla að skapa gröfu. Ætlar að búa svoleiðis gröfu til? Já, mér finnst ekkert erfitt að fara á henni. Það er búin að fara 2 lömb úr minni kind. Hvað heitir kindin þín? Ég veit það ekki. Hvernig voru þau á litin? Svört. Ferð þú líka stundum í sveitina? Manstu hvað sveitin þín heitir? Mannskaðahöll. Og það ekki fullt af dýrum á Mannskaðahóli? Jú, hundar og kísur. Þegar okkur bara garði voru börnin að byrja í vorverkunum, setja niður kartöflur og sá grænmeti. Við höfum þetta þannig að þetta einn aldurshópur sem gerir þetta. Það eru börnin sem eru nýorðin eða eru að verða 4 ára, 5 ára segi ég, og eru að fara yfir í skólahóp í haust. Þau sem sagt setja niður á vori, á meðan þau eru ennþá inni á í rauninni 4 ára deildinni og eftir sumarfrí og í haust þegar kemur september, þá fara þau komin í skólahóp og taka upp þar sem þau sáðu. Hvað ert þú að setja niður í moldina? Fræ. Hvað sprettur upp af þessum fræjum? Grænmeti. Borðar þú grænmeti? Já. Hvað uppáhalds grænmetið? Kartöflur. Þið byrjað að setja niður kartöflur? Ætlið að setja það niður? Ert þú að setja eitthvað í moldina? Já. Hvað? Kartöflur. Ertu að setja niður kartöflur? Finnst þér þær góðar? Já, ég borða stundum með grillkjöti. En ætlar að rækta eitthvað meira hérna í þessum garði?
Gulrætur. Gulrætur sko hollar. Já, er fleira grænmeti sem hollt? Epli og það. Mangó. Hvað er besta grænmeti sem hún fær? Gulrót og allt blandað saman í drykkjum. Já, færðu þér það stundum? Nei, blandaði sjálfur í risberjum fullt. Eitt af vorverkunum okkar í Ársölum, það er að undirbúa útskrift. Og þá byrjum við á því að æfa kór og við byrjum á því svolítið fyrir páska. Fyrir eftir því hversu seint þegar við byrjum allavega ekki seinna en svona í byrjun apríl með kóræfingar. Að leika